Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að reyna að ræða eitthvað annað en forsetakosningarnar en samt ætlum við ekki að sleppa því alveg. Þessi liður við rauðaborðið á samstöðinni kallast Þingið og við ætlum að fara yfir þá staðreynd með nokkrum þingmönnum að annan föstudag eftir 11 daga áætlað að þingið taki sér hlé. En eins og þekkt í þjóðmálaumræðunni þá fjöldi stórra og umdeildra mála sem verið að reyna að ýta í gegn og spurning hvað verður. Þessi mál hafa mjög mikið verið til umræðu fyrir kjör forsetans. Þannig að kannski má segja að það sé meira aðhald frá almenningi og stjórnarandstöðinni gagnvart fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar eins og varðar lagareldismál, útlendingafrumvarp og fleira heldur en oft áður. En það verður forvitnilegt að heyra hvað þingmenn hafa það að segja. Og hingað eru komnir Sigmar Guðmundsson, Viðreisn, blessaður og velkominn. Takk. Og Vilhjálmur, ritari Sjálfstæðisflokksins, velkominn. Takk. Og Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata. Ef við byrjum á þér, Vilhjálmur, sjáið þið að einhverju leyti ykkar lagafrumvörp í öðru ljósi eftir að hafa hlustað á þjóðina tjá sig til dæmis lagareldisfrumvarpið í tengslum við forsetakosningarnar sem ég var að vitna til? Nei, ég held ekki. Ég held að eldisfrumvarpið hafi nú verið komið með þeim tilgangi inn í þingið og áformum svipað á þjóðina að hafa þarna skýrt regluverk og hafa eftirlitið og skilyrðin öll svolítið skýr, en það sem varð umdeilt í því voru þessi varanlegu tími að útgáfa leyfunum sem við höfðum nú meira sér alltaf gert athugasemdir við í sjálfsaflunum og var alveg opinbert. Þannig að ég held að tilgangur og markmið stjórnvalda að koma lagareldisfrumvarpið fram var að koma aðeins skýrari og strangari böndum á lagareldið og hafa leikregluna skýrari. Þannig að ég skilja ekki annað í umræðinni kringum forsetakosningarnar en það sé það sem þjóðin vildi, sko. Þú ert samt mjög oft búin að heyra fólk tala að það sé verið að selja undan okkur eða gefa auðlindir Íslands, færa á silfurfati. Já, ég heyr alveg þá umræðu en ég upplifi ekki tilgang og markmið þessara laga vera þess að ýta undir það, heldur miklu frekar að þessi atvinnustarfsemi sem komin hér og að skapa hér verðmæti og búa til verðmæti fyrir íslenskt velferðarsamfélag, að hún hafi skýrar en mjög strangar, einar ströngustu kröfur sem nokkur lagareldi býr við og ég held að það sem Íslendingar óttast, áhrifin á náttúruna og að fyrirtækin fara eitthvað fram úr sér. Ég held að við séum betur sett með þessi lög kláru heldur en að klára það ekki. Ég held að þau taki á mörgum þeim málum sem þjóðin hefur áhyggjur af og sérstaklega þegar við erum búin að taka þessa varanlegu úthlutun út. Getur þú farið aðeins yfir það með okkur áður en þingmenn minnihlutans kveða sér hjá sér í umræðinni? Hver svona þessi stærstu mál eru sem líklegt að þið náið að gera að lagafrumvörpum þess 11 dagar sem framundan eru? Það þetta mál, það eru breytingar á útlendingalögum. Hver eru svona stærstu málin önnur? Já, við erum líka með lögreglulög og svo fjármála áætlun sem við erum. Samgönguáætlun eitt og svo líka mjög mikilvægt frumvarpum varðandi almannatryggingar fyrir öryrkja og ég vona að það ná að klárast líka sem yrði mikil kjarabót fyrir öryrkja og bara mikilvæg kerfisbreyting. Þannig að þetta eru svona stóru málin svona sem ég man allan á núna. Og ertu vongur að öll þessi mál fái framgang fyrir annan föstudag? Já, það náttúrulega fullt öðrum málum. Já. En þessi mál hafa flestöll fengið fyrst umræðu þinginu og ágætis meðferð, fengið umsjónal og vinnu í nefndunum.
þannig að það hefur farið mikil vinna og umræða í málin og verið tækifæri til þess, þannig að ég hef fulla trú á því að þingið geti samanast að klára þessi stóru og mikilvæg mál fyrir þjóðina. Þetta ekkit, við ekki gleyma því að við erum að klára þessi mál fyrir samfélagi, fyrir öryrkjana, fyrir þá sem að bíða eftir þessu, sem að bíða eftir samgönguframkvæmdunum sínum, sem að bíða eftir skýrleikanum í fjárheimildunum öllu þessu. Þannig að ég hef fulla trú á því að við þinginu eftir þá vinnu sem undan gengið getum vel klárað þetta á þessum 11 dögum. Björn Leví, þú hefur hlustað á fólk lýsa þeirri skoðun sinni núna að tilteknir forseta frambjóðendur og listamenn og fleiri sem hafa hvatt sér hljóðs eins og til dæmis hún Rán Flýring varðandi með myndasöguna í Vísi varðandi lagareldsfrumvarpið að þið hafi kannski heyrt að þið Sigmar að svona bara nokkrir einstaklingar hafi verið ígildi allrar stjórnar andstöðunar í alls konar svona hreyfingum og mótmælum sem hafa verið ábyrjandi í tengslum við þessar forsetakosningar þar sem að má kannski segja að Íslendingar hafi vald elfst stund og Íslendingar hafa svona verið óvinnu myndi ég telja, óvenju óhræddir við að lýsa skoðunum sínum. Mun þetta, finnur fyrir einhverju bústi og finnur fyrir því að almenningur hafi sendt ykkur í stjórnarandstöðinni einhvers konar ákall síðustu daga? Já, tvímælulega, hvorki stjórn eða stjórnarandstaða í rauninni neitt nema með stuðningi almennings. Við í stjórnarandstöðinni erum ofta að bá svona ýmis konar kannski tæknilega mál og svo framvegis sem fá kannski ekkert neitt hljómgrunn meðal fjölmiðla eða almennings og þá lítur svo stjórnarandstaða rosalega lítil út bara út af skorti á athygli þrátt fyrir að málið sé kannski gríðarlega mikilvægt en kannski er það tæknilega flókið og bara þá er erfitt að veita og fá þann stuðning úr samfélaginu sem að kannski málið þyrfti. Til dæmis að Vilhjálmur gleymdi að nefna ÍL-sjóðsmálið sem er ekkert smáræðismál en er kannski erfitt að fá einhvers konar bylgju stuðnings úr samfélaginu með mótmælum og þess áttar. Það er tímalust tilefni til þess. Áframhaldandi sala á Íslandsbanka til dæmis líka er eitt af þessum málum sem á að klára núna í þessum þinglokum. Í óþökk þjóðarinnar samkvæmt skoðanakonum. Nákvæmlega, en það er stundum erfitt að fá stuðning fyrir slíkum málum því að það er verið að leggja þarna niður eða fara fram hjá bankasýslunni sem enginn er sammála heldur og þannig að hvernig á maður að vera ósammála þessu en á sama tíma þá er svo margt annað sem er svona ekki beint kannski í frumvarpinu sem er í komandi framkvæmd og er þá erfitt að gagnrýna svona samfélagslega séð en við gagnrýnum svona tæknilegum forsendum og þá er erfitt að fá samfélagslegan stuðningsstundum. Já, en ef við lítum þannig á sem samfélag hvers tíma sé lífræn heild og þetta sé samspil almennings og stjórnvalda sér þú fram á harða andstöðu við suma þessum málum sem að nú á að keyra í gegnum þingið? Þó ekki þessi mál sem eru nefnd eru risavaxin og taka einfallega tíma til þess að útskýra svona í bara annarri umræðu mála. Samgönguáætlun er ekkert smáræðismál sem er venjulega rætt mjög mikið, fjármálaáætlun líka, þannig að bara að fara efnislega yfir málin ég furða mig á því að ríkisstjórnin er komin svona sent mætt svona sent til vinnurinn með þau þegar 11 dagar eru eftir. En er það ekki aðferð að einmitt keyra það í gegn á skömmum tíma? Jú, þó við höfum einmitt upplifað svo rosalega slæm dæmi slíka vinnu Alþingis. Afleiðingarnar af svona flýti meðferð hafa kostað okkur milljarða í sumum málum. Þegar að til dæmis það var afgreitt málið síðasta málum lagareldi sem var afgreitt einum degi eða eitthvað slíkt, þá komu sérfræðingar fyrir nefndur og sagði það, já, það væri ekkert mál að gera þetta ef eftirlitið verið að leigja og það væri samtíma
svona skoðun á því hvort það veri sleppingar eða gött og alls konar svoleiðis og þetta gæti alveg virkað. En svo var bara engu framfylgt, þannig að jú, það þetta að fara og segja að verða gerðar hérna strangari kröfur og skýrt regluverk og svo komið næsta dag og talaði hérna þungar byrðar á atvinnulífið og þess aftar og þá ekki eftirlitinu sinnt. Ströngu reglunum ekki framfylgt og þá verður skaðinn. Sigmar, líklegt að þú og þitt fólk í Viðreisn munið reyna að tefja mál kerfisbundið núna? Erum við að tala um málþóf eða? Nei, sko, núna þurfum við auðvitað að fara að sjá svolítið, þetta eins og alltaf þau alveg ótrúlega mörg málin í þinginu sem að búið að mæla fyrir og inn í nefndum og þar fram eftir götunum og hérna ýmist náttúrulega stjórnarfrumvörp eða þingmannamál og mál af öllum toga bara má segja, það búið að nefna þau nokkur hérna. Við þurfum svolítið að fara að sjá á spilin með það hvað á að fara í gegn og hvað ekki því að við vitum að þetta fer ekki allt í gegn. Tíminn bara ofur einfaldlega og skammur til þess og hérna og svo náttúrulega veruleikinn svolítið sá að þetta snýst auðvitað svolítið mikið það hvernig hérna stjórnarflokkarnir semjum málin sín á milli sko. Mér svona finnst einhvern veginn eins og tíminn núna í þessu hléi sem að var vegna forsetakosninganna, hann hafi nú kannski ekki verið nýttur neitt sérstaklega vel. Það var átt að vera fundur í allsherjar- og menntamálanefnd í morgun til að mynda það sem átt að taka út útlendingafrumvarpið og voru reyndar fleiri mál undir þar. Honum var frestað mjög skyndilega og ég ekki fengi fréttir af því hvers vegna það. Já, en þá, það getur vel verið að það hefur bara verið einhverjar skýringar á því sem að hérna, kemur þá bara í ljós. Þetta ekkert langur tími sem eftir og Björn bætti hérna við listan hjá Vilhjálmi yfir mál sem að munu taka mikið plás sem ÍL-sjóður og Íslandsbanki og við svona erum auðvitað líka þegar við erum að horfa á hérna Íslandsbanka velta fyrir okkur sko tímasetningu sölu, hvenær ætla menn að selja þurfi ekki skilyrði á mörkuðum að vera þannig að það fáist nægjanlega mikil verðmæti fyrir hlutin sem að réttlætir þá að fara sér í söluna, þetta sé ekki eitthvað skona brunaútsala. Og hefur þessi ríkisstjórn umboð til að selja Íslandsbanka með Bjarna Benediktsson sem forsætisráðherra önnur spurning? Já, ég meina salan á hlutnum núna eins og við þekkjum síðast fóru þetta ekki vel og endaði auðvitað eins og það endaði fyrir Bjarna en hann síðan í millitíðinu orðin forsætisráðherra. Þetta auðvitað bara eitthvað úrlausnarefni fyrir hérna stjórnarflokkana að finna út úr sín og milli hvað ætla að hleypa þessu langt. En það auðvitað eins og Björn að nefna, það auðvitað alls konar svona tæknilega atrið inn í málum sem að þurfa að vera á hreinu, mögulega þá til þess að sé hægt að hleypa þeim í gegn. Þau eru mislangt komin þessi mál. Við verðum auðvitað bara svolítið að sjá hvernig úr spilast en ef að menn ætla að taka öll þessi mál sem að við erum að nefna hér og gefa því þá eðlilega rými sem að þarf bæði inn í nefndum að klára því þar og umræðina þá þarf að halda ansi vel á spilum því að þetta í sjálfs ekkert rosalega margir dagar sem eftir. Nei, Vilhjálmur á því að fjármálaáætlun ber á góma, forsendur í ríkisbúskap, það hallar á ógæfu hliðina. Það rætt að Hafró muni leggja til skerðingu á þorski og ýsu. Við vitum að ferðaþjónustan hún geldur fyrir einhverja hluta vegna, þá stefnir í það að hérna það verði færri ferðamenn sem komi til Íslands heldur en fyrir áætlanir gerður ráð fyrir. Að hve miklu leyti eru þið að taka mið af breyttum forsendum í samfélaginu núna í ykkar vinnu? Já, við náttúrulega fylgjast vel með því og kannski í þessu efni þá allavega voru líka önnur mál tvö mál allavega sem ég glemdi að nefna áðan og tengist nú vel þessu hvernig hérna, þjóðarskútunni gengur og það einmitt svolítið hagræðing og aukin skilvirkni í ríkisreksturinn og það stofnana á sviði umhverfis og loftslagsráðherra. Þú spara mikið fé á henni? Já, ekki bara hagræðing heldur það líka bara aukin skilvirkni í kerfinu, það verður öflugri einingar sem að taka ákvörðun leyfisveitingur og annað í orkugeiranum til dæmis og þannig að við séum svolítið að skila meira afköstum með sama og svipuðu starfsfólki og eitthvað hagkvæmari rekstri og svo það líka þingsalunartillögu og löggjöf vindorkuna sem
mikilvægt að setja því að eins og staðan í dag svolítið vilt að vestrið varandi vindorkuna og allt fast en að þannig að vera að reyna samanast niður á einhverja leið til þess að séu leikreglur til þess að halda áfram þar. Sem eru minni leikreglur, ekki jafn stífa leikreglur eins og háttar til annan orkubúskap á Íslandi. Það er stuttaútgáfan. Nei, jú, það er verið að færa þetta formulega inn í rammaáætlunina sem annar orkubúskapur að nema þú uppfyllir einhver skilyrði og það er nú bara önnur atvinnustarfsemi sem þarf að sæta skipulagsvaldi sveitarfélaga sem að þar verður undir og mér finnst nú persónulega að það er kröfur til þess að komast í þessa svokölluðu flýtileið varandi vindorkunan og vera mjög stífar og við erum með það til dæmis dæmum virkjanir sem undir 10 megawatt geta farið fram hjá rammaáætlun og annað slíkt þannig að þetta er ekkert í neinum ótakti við annað sem við erum að gera sko. En hvernig skýrir þetta vantraust sem hefur verið mjög áberandi í umræðinni núna að þið í Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum með einhverju ógæfu fólki í VG sem einhverja hluta vegna heldur lífi í ykkur sem ríkisstjórn bara sem að vitni til umræðinnar hvernig skýriru sko þetta vantraust sem endurspeglast síendurtekið í því að þið eigið bara einhverja vini, það sé eitruð blanda stjórnmál og viðskipta, það sé verið að raða einhverjum á garðan, innanlands og erlendis og vindorkan sé dæmi auðlind sem eigi að úthluta eftir tengslum og venslum hreinni spillingu án langtímahugsunar. Já, ég bara skýri það akkurat það orð sem hún nefndir í þessu innslagin eða þessum aðrænadeginu með þessari spurningu að það er einmitt umræðan. Þetta umræðan hefur svolítið farið þarna og við höfum bara svolítið ég hef bara sagt það opinberlega að við sjálfstæðismennum bara voru litlir í okkur eftir bankahrunið og annað og ekki bara svara þessu alveg og með okkar skyldu. Þú getur ekki skýrt umræðu með umræðu. Nei, og við þurfum bara að mæta miklu betur og segja, við erum bara alltaf að okkar hugsjón það að ef að við byggjum hér upp auðlindanýtingu á Íslandi, skynsama sjálfbæra auðlindanýtingu, þar sem við erum að nýta auðlindina að skapa verðmæti, að það forsenda þess að við getum verið að gera betur fyrir almenning á sviði heilbrigðismála, í almannatryggingum, bæði eldri borgara og öryrkja og við getum verið að byggja hér upp innviði og annað slíkt. Það er eina sem okkur gengur til og svo er það bara þannig að það var Sjálfstæðisflokkurinn sem setti hér upplýsingalöggjöfin og stjórnsýslulögin og allt það, þannig að það er bara gagnsætt og skýra leikreglur hver fær að gera hvað og það er ekkert við sem stýrum því, heldur er það bara þeir sem að leggja sig fram það að koma sínum verkefnum á framfæri og við eigum að vera þakklátt fyrir fólk sem er tilbúið að leggja sína vinnu og sína fjármuni og taka áhættu í að skapa hér auðlindanýtingu og verðmæt störf í landinu. Náttúrulega tvær hliðar á því, það er engin ástæða að þakka fólki sem ekki hefur gott í hyggju og er bara að hugsa að hámarka sinn eigin arð og ágóða, jafnvel þannig að bitni á náttúru og auðlindum annara. Þannig að málið er náttúrulega flóknara. Já, en ég bara sé ekki af hverju við þurfum alltaf að sjá vondakallin í öllum sem er að reyna að gera eitthvað og því erum við eins og ég nefndi áðan að þá höfum við sjálfsagt þetta áherslu á að sé gagnsæi og sé stjórnsýslulög og það sé upplýsingalöggjöf og séu skýrar leikreglur til þess að fólk getur það bara fylgst með því hvernig þetta er og ég nefndi það líka með lagareldið, við vorum bara að segja það að þetta er lögleg starfsemi en það þarf að vera skýrt ef þú brýtur lögin og þá færðu sekt og það sé skýra heimildi til eftirlit svona. Það er það sem við erum að reyna að gera þarna og það er að besta sem gerist fyrir fyrirtækin er það að það sé þessi skýri löggjöf og einhver að því að það skerðir samkeppnishæfni fyrirtæki ef einn fær að brjóta lögin en ekki hinn og því er það nú bara verið að vinna fyrir atvinnuna líka með því að hafa regluna skýrar og gagnsæjar. Þannig að ég get bara hvergi séð hvernig við erum að búa til eitthvað kerfi þar sem vinir okkar njóta eitthvað betur heldur en aðrir. Þetta er bara þeirra hæfustu bjarga sér og við erum að búa til leikreglunar og við viljum að eftir þeim sé farið og erum aldrei að reyna að maka krókin fyrir okkur sjálf og ég bara sé
hvergi neginn dæmi það, hafandi starfandi í stjórnmálum alveg frá ég og lítill. Björn Leví, atvinnurekendavald, það hefur verið vaxandi þungi það í umræðinni undanfarið að atvinnurekendavald sé orðið og mikið og það sjáist að í stjórnmálunum. Þegar þú hlustar á Vilhjálm núna, finnst þér eitthvað benda til þess að svo sé eða þurfum við að hugsa öll stjórnmál út frá hagsmunum þeirra sem að veita fólki vinnu? Alls ekki, þetta eru almenna hagsmunir og þarna blandast alveg saman, það svo sem alveg rétt, en sko þarna segir Vilhjálmur að sko, við erum að setja leikreglunar og það mestu leyti alveg rétt, en vandinn hefur verið að það síðan ekki farið eftir leikreglunum. Það að því virðist vera til þess að hygla stundum einum umfram annan, að hjálpa til við fákeppni í staðin fyrir að stuðla að samkeppni þá í almannahag. Og þetta sko, þegar allt kemur til alls, þá upplifi ég rosalega mikið vantraust einmitt út af þessum dæmum sem eru borin upp þetta lítur ekki vel út. Og svo gagnrýni alltaf bara slegin út af borðinu með einhverjum svona stóryrðum eða að fólk bara einfallega gerir lítið úr slíkri gagnrýni. Varðandi sölun á Íslandsbanka til dæmis og hagsmunatengslin sem voru þar augljós og kom niðurstaða frá umboðsmanni Alþingis, það bara slegið út af borðinu, bara ósammála þessu og þess aftar og það þessi skortur á að sko hlusta á gagnrýnina sem að mér finnst orðin svo augljós og fólk sér svo augljóslega að það ekki verið að hlusta á augljósa málefnalega gagnrýni. Henni bara mætt með, þetta bara kvenfyrirlitning eða eitthvað þýmlíkt, eins og var í forsetakosningunum. Í staðinn fyrir að pæla kannski í því, þessi gagnrýni sem orðin svona hávær, að hún jafnvel komin upp að háa sig, kannski fótur fyrir henni. Kannski ástæðan fyrir því að fólk komið á háa sig í mótmælum vegna þessa yfirgangs á gagnrýni sem hefur undan gengið, sem var hófleg og var málefnaleg, en kannski af því að búið að hunsa hana svo mikið og svo algerlega, svo yfirgengilega, að það eina sem fólk sér í kjölfærið þá bara ennháværi mótmæli af því að fólki líkar ekki þessi yfirgangur. Og það á kannski ekkert við, ég sé fullt af fólki innan Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og Vinstri grænna sem að vinna að þessu að heilum hug, tímalaust. En einhverja hluta vegna þá gerist hann ekki. Af því að það þessi hindrun í því að hlusta á málefnalega gagnrýni. Hún stundum slegin út af borðinu undir þeim svona væntingum að ómálefnalega gagnrýni sé að ræða. Það bara ekki hlustað á mann af því að það búist við því að maður sé að koma ómálefnalega gagnrýni. Það erfiðleikin í dag. Sigmar, þín sjónarmiðin í þessu umræðu? Já, ég sko, partur af því sem við erum að tala um hérna það að þegar að kerfið okkar byggist upp að miklu leyti í kringum einn og eftir atvikum 2 flokka, eins og verið hefur hér í gegnum áratugina, að þá byggist auðvitað og hleðst upp ákveðið vantraust. Og þegar við erum að tala til dæmis auðlindanýtinguna eins og hefur verið komið hérna aðeins inn á, og þá sáum við auðvitað að það kom svo bara beint inn í umræðina þegar við erum að koma úr forsetakjöri helgina, að það voru heilu frambjóðendur sem að gerðu bara mikið út á þann málflutning, og það var sömuleiðis eitt af ein af rökunum fyrir því að svona menn töluðu gegn margir því að það var heppilegt að Katrín yrði forseti, að það auðvitað frumvarp auðlindanýtingu sem að gerast á henni vakt í stjórnmálunum, sem hún þá sem handhafi málskotsréttar yfir ef hún hefði náð kjöri til forseta, sko. Þetta auðvitað svolítið bara angi af því að hér hafa sömu flokkarnir byggt upp kerfin okkar. Mér fannst þetta til dæmis vera svolítið skýrt bara í þinginu í vetur þegar við vorum að afgreiða búvörulögin. Það var bara búið að ákveða einhverja niðurstöðu þar, vil ég meina, framhjá þinginu, og svo kom bara allt í einu
og eitthvað nýtt inn í það mál sem að breytti eðlis og það var bara keyrt einhvern veginn í gegn af því að menn vildu fara þá leið sko. Það minnir mig á svo það annað sko, síðan það þessi tilhneig og þá komum við aftur að þessu sem vorum að nefna í upphafi. Það þessi tilhneig líka hjá okkur að þegar stór mál að koma rosalega seint inn í þingið, þá verður það bara oft þannig að það verður ekki umræða alls konar hluti sem að þarf að eiga sér stað umræða það fara í gegn alls konar mistök sem hefði kannski verið hægt að stoppa í með lengri og ítarlegri meðferð inn í þinginu og við erum mögulega að detta inn í svoleiðis tímabil núna þar sem mjög stór mál, gefum okkur ekki tíma til þess að fara nákvæmlega yfir þau og þá verða auðvitað ákveðin slys og líka eftir atvikum möguleiki að lauma ykkur inn í þau sem að kannski ekkert endilega verið að vanda sig mikið við. Nei, en Bjarni nefndi einmitt tímaskortin, hann sko nefndi mikilvægi þess þegar hann var forsætisráðherra að koma mörgum málum í gegn núna á skömmun tíma því að þau þyldu ekki frekari bið og nefndi 4 málaflokka, það var orkan, fjármálin, útlendingamálin og þannig að það eiginlega svona svolítið búið að gefa tónina því að eftir verkleysi ríkisstjórnarinnar sem sumpart hefur væntanlega skýrst af því að stjórnin var mönnuð öðruvísi heldur en hún núna að þá ætliði að spýta ykkar málum í gegn. Ekki satt? Nei, ég held að sé bara búið að vinna náttúrulega mikinn undirbúning að þessum málum og það bara núna komið fram á vor og þá oft svona uppskeran sko. Eftir búið að vera að vinna allan veturinn og þau eru búin að vera lengi slægjufundur núna. Já, það búið að vera lengi þessi mál í undirbúningi og sum komið áður til þingsins og annars slíkt og það farið að líða á seinni hluta kjörtímabilsins og þá bara vissulega eru málin búin að þróast og annars slíkt sko og það var nú talið líka sem eitt af svona kostum þegar þessi ríkisstjórn var fyrst mynduð að málin væru þá búin að fá vissa svona málamiðlunar umræðu áður en þau kæmu til þingsins og jafnvel í meðferðum þingsins út af því hvernig samsetning ríkisstjórnarinnar væri og þannig að en ég alveg sammála því og allir flokkarnir voru sammála því þegar Bjarni tilkynnti þetta að þetta bara málaflokkar sem skiptir máli að klára og takast á við og við verðum bara að átta okkur að því að oft verðum við þingmenn að taka erfiðar og stórar og óvinsalar ákvarðanir og við erum að tala hér risa málaflokka en ég ætla þó að nefna alltaf skýrasta dæmi að því að það sem orðið breytt það að nú orðnir 8 flokkar á þinginu og 3 ríkisstjórn og þá bara verður umræðan aðeins svona teygðari og jafnvel óskilvirkari að og ég hefði viljað ræða efni miklu frekar en formið oft en svona þetta bara og við erum að vinna með það en ein stór ákvörðun sem var tekin hér það var að byggja Hvalfjarðargöng því að 75% af þjóðinni voru á móti því. Það myndi enginn vilja vera án Hvalfjarðarganga í dag en þingið tók þessa erfiðu og stóru ákvörðun gegn þjóðinni þá. Ég efast að við næðum að taka þessa ákvörðun í dag með 3 flokka ríkisstjórn og 8 flokka á þingi, svona umdeilda. En mætti ekki alltaf eins nefna líka mjög margar aðrar vondar ákvarðanir gegn meirihluta fólksins sem reyndust bara dýrar? Jú, og því myndi ég vilja fá miklu meira svona að Alþingi væri miklu meiri málstofa, að tala svolítið hugsunarlega og efnislega málin, staðan fyrir að rífast hver sé meiri skúrkur sko. Mér finnst við verðum alltaf langt komin í það sko. Já, mér finnst áhugavert að heyra þetta vegna þess að við vitum það í þinginu að það nú þannig að stjórnarandstaðan nú svolítið mikið að tala í þingsalnum og það vantar nú oft stjórnarþingmenn þegar að málin koma þangað inn. Mér finnst það að lagast núna síðustu 2 Já, mér finnst, maður saknar þess stundum að því að ég nefnilega svo hjartanlega sammálaði sem Vilhjálmur að segja, þingið þetta málstofa, það þetta þannig í fjölmörgum málum að þegar maður að hlusta á rök sem að kannski samræmist ekki manns eigin skoðun að það getur breytt viðhorfum manns og þannig á þingið að vinna.
Ég sko, þú varst að nefna hérna þessi mál sem að ríkisstjórnin endurnýjaði heitunum enn og aftur sko. Ég meina við erum með útlendingamálið ennþá inn í allsherjar- og menntamálanefnd. Það er auðvitað ekki næstu því að mega mikið mál og var síðast þegar við fórum í gegnum útlendingalögin. En það sem er þó að gerast í millitíðinni er að það er búið að breyta framkvæmdinni hvað varðar fólki frá Venezuela sem þýðir það að það eru miklu færri og miklu minna álag á kerfi þannig að þetta er nú líka svolítið að leysast bara út frá þeim sjónum. Já, það er að sparast þarna gríðarlegi peningar út af því að menn vilja horfa á þetta bara út frá krónum og aurum og við auðvitað vitum það að þetta er búið að vera svolítið dýrt þetta kerfi og allir auðvitað með á því að ríkisfjármáli skipta gríðarlega miklu máli. Síðan þegar kemur að vöxtunum og verðbólgunni þá liggur það líka bara alveg fyrir að eitt af megin verkefnum ríkisstjórnar á hverjum tíma og þingsins á hverjum tíma það er auðvitað að vinna með Seðlabankanum þegar það er verið að vinna það þurfa allir að vera í sömu átt sko og við erum ekki farin að sjá þess neins sérstök merki ennþá að ríkisfjármálin styðji nægilega vel við það sem að Seðlabankin er að gera og við erum auðvitað að sjá það til dæmis bara núna síðast á hækkaði verðbólgan þótt að það hefði nú ekki verið mikið sko þannig að mér finnst nú einhvern veginn eins og það hefði ekkert alveg verið sýnt á þessi spilið að komið einhver svona sannfærandi svör um þetta sko. Ég held að það sem gerðist hérna síðast þegar að menn endurnýjuðu heitin í enn eitt skiptið að menn fundu sér bara svona einhver mál til þess að leggja áherslu á að þegar menn er að fara detta inn í kosningavetur og svo eru menn bara einhvern veginn að reyna að býða verðbólguna og vextin af sér. En það gerist hins vegar ekki að sjálfu sér sko. Það bara gerir það alls ekki sko. Og ég er ekki sammála Vilhjálmi í því að það sé einhver sérstök eftirsjá eftir þeim tíma þegar að voru 4 stórir flokkar sem að einokuðu alla samfélagsumræðina. Samfélagið er bara gerbreytt. Það gerbreyttist íslenska samfélagið og viðhorf þjóðarinnar mörgu leyti í hruninu. Við erum að sjá byltingu með samfélagsmiðlum þar sem allir hafa sína rödd. Það er orðið miklu auðveldar að taka þátt í samfélagsumræðinni og það hefur bara heilmikil áhrif á flokkakerfið hér eins og annar staðar. Þetta er veruleiki sem við þurfum að fóta okkur í. Niðurstaðan hins vegar þarf ekkert endilega að vera svo eins og verið hefur hér að undanförnu að þeir flokkar sem eru mest ósammála komið sér saman það að hanga á völdunum valdana vegna. Ég ætla að víkja aðeins að umræðu sem var hér við Rauðaborðið í gær og hún var líka held í helgin á undan. Ólafur Harðarson er í hópi þeirra sem telur að það geti verið lag fyrir Vinstri græna að sprengja þessa ríkisstjórn ekki seinna inn í haust á einhverju prinsippmáli því annars fari eins fyrir Vinstri grænu flokknum eins og fór fyrir Katrínu Jakobsdóttur í þessu forstakjöri að flokkurinn gæti reynilega þurrkast út þótt Katrín mun ekki gera það og þið hljótið að vera svona svolítið á vaktinni gagnvart því að Vinstri grænir gætu verið svona hvarfgjarn hópur að starfa með vegna þess að það er nú þannig með okkur fólkið að við höfum pólitískar hugsjónir en mörg okkar hugsa nú líka svolítið okkar eigin hag á sama tíma og við erum fjölmiðlafólk eða stjórnmálafólk eða hvað stöðum við gegnum. Eru þið með eitthvað eru þið með 2 plön í gangi núna? A-planið að þið starfið rúmt ár í viðbót eða að þið getur sprungið hvenær sem er? Ég held að bara í stjórnmálum og sérstaklega undanfarin ár þarf þetta náttúrulega bara alltaf að vera á tánum og Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega bara alltaf, ekkert bara núna, verið tilbúin í kosningar og er með sitt kerfi þannig og hefur aldrei verið hræddur við það þannig að ég held að það hafi komið ljós núna bara þegar þessar þurfti að endurnýja ríkisstjórnin og umræðuna þá að flokkarnir vildu stjórnarandstöðum flokkarnir vildu ekki til ríkisstjórn, þeir vildu miklu frekar fara í kosningar einhvern tímann í haust. Mér fannst það ekki góður möguleiki út af því að þá hefði allt þessi mál sem varum að ræða hér, útlendingamálin, vextir og verðbólga, ríkisfjármálin, orkumálin og almannatrygginga frumvarpi og allt þetta er allt tafist heilt ár eða jafnvel heilt kjörtímabil og það var bara ekki valmöguleiki í mínum huga og svo er það þá ég hef bara ekki ég get ekki búist við neinu öðru þó að sé allt mögulegt í pólitík heldur en að Vinstri græn
klári það verkefni sem þau tóku að sér með okkur hérna fyrir 7 árum, að það var að reyna að koma einhvern stöðuleika í stjórnmáli. Það voru búin að vera snemmtækar kosningar, það var búin að vera svona vist upplausn í stjórnmálunum eftir bankahrunið og annað slíkt, og þannig að til þess að takast á við einmitt ríkisfjármálin og ná svolítið utanum stjórnkerfi landsins, að þá þurfti að fá einhvern stöðleika í stjórnmálin, og það hefur tekist núna að vera með þetta samstarf í rúm 7 ár. En þau vörðu þess og ég held að það sé bara mikið undir varandi traust, þetta snýst ekki bara atkvæðamagni, ef þú ætlar að hafa einhver áhrif og ná að koma þínum stefnumálum og hafa áhrif eins og sem þú ert væntanlega að reyna að gera með að taka þátt í stjórnmálum. Ég hugsa, Vinstri grænir munu hugsa það vel áður en þau hlaupa bara út úr samstarfi. Það getur haft áhrif fyrir þau, ekki bara við þess núverandi stjórnarflokka heldur en aðra. Og þau sögðu líka við eigin flokksmenn forystann, það skipti máli hverjir stjórna og birtu stórar andlitsmyndir af Katrínu Jakobsdóttur sem forsætisráðherra, sem nú er horfin af velli. Heldur að það eitt út af fyrir sig nafni breyti miklu eða einhverju? Já, hlýtur svo sem að hafa einhver áhrif, því að það er búið að segja ýmislegt sem að síðan bara ekki staðið við, þetta klassíska það að koma með einhver stöðuleika í stjórnmálin, þó að það sé ekki kosningar núna svona óreglulega eins og voru áður, þá er ekkert meiri stöðuleiki. Þetta ríkisstjórnarsamstarfi er ennþá byggt í rauninni á svona gömlu gildum stjórnmálana svona taka máli í gíslingu og rífast sem sagt það að hleypa málum inn í þingsal út af því að það sé einhver mótileikur þar á móti, að segja Sjálfstæðisflokkurinn tekur mál Framsóknar og VG bara við erum með höldum föst utan þau, VG og sem sagt Framsókn gera það sama, og svo fyrir svona byllingaskipti, þetta mál fer út hjá okkur, þá fáið þið með þetta mál út frá ykkur og framvegis. Þegar voru þinglok fyrir nokkru síðan, þá festust inn í þinglokasamningunum lögin, fjarskiptalögin, sem átti að fara í svona útboð og þróun á 5G, og við vorum alveg fyrir ekki nauðsynlegt að klára þetta, svo það tefist ekki með hálft árið eitthvað þýmlíkt. Og það var hlaupið upp til handa og fóta, við erum að redda þessu, en niðurstaðan var svo að það fór ekki út, af því að ef að það mál hefði farið út, að þá hefði allir hinir þurft að fá líka mál út á móti. Þetta er þessi grunnur að því hvernig málamiðlanir eru búnar til sem er vandinn. Þær eru settar ekki í lýðræðislegt samhengi, heldur í þetta meirihluta samstarfssamhengi. Það sem að búið að taka í rauninni taka lýðræðið í ákveðna gíslingu. Það er sagt, ok, hérna eru þessi 3 flokkar með meirihluta atkvæði úr almennum kosningum, og það er vissulega ákveðið lögmæti á bakvið það. En það þýðir ekki að hvert eitt og einasta mál sem að kemur til þingsins sé með annarkvort meirihluta nema út af því að það er gerðir einhverju bitlingar, eða út af því að mál sem að fá ekki afgreiðslu sé ekki með meirihluta samþykki. Það er að segja, sum mál sem færi gegnum þingið, eins og til dæmis þungunarrofsmálið, það fór í gegnum þingið þrátt fyrir að ríkisstjórnin var ekki sammála það. Ef það hefði bara verið ríkisstjórnaratkvæðin sem að þar hefði ráðið og stjórnarandstaðan bara setið hjá, þá hefði málið ekki farið í gegn. Það var stjórnarandstaðan sem að fékk í raun að kjósa það mál líka, og það mál var samþykkt út af stuðningi stjórnarandstöðu flokka. Ég veit ekki hvort það ættum að gera meira af svoleiðis, víkka aðeins lýðræðið út frá þessu meirihluta samstarfi. Ég held að það sé aldrei nauðsyn að fara í svoleiðis aðgerðir. Þá kannski getur þið fengið aðeins meiri svona stöðuleika í stjórnmálin. Símon, mig langar að spyrja þig, þú varst náttúrulega fjölmiðlamaður til áratuga áður en þú fórst á þing. Ef þú verður í mínum sporum, þá myndirðu kannski spyrja viðmælendur þína í þingmannahópi hvort ríkisstjórn sem er með 30% stuðning einungis og komin með forsætisráðherra sem er óvinsælasti og á mörgum flestum áliðin spiltasti maður samtímans í heimi stjórnmálamanna, hefur hún minna umboð til að gera stóra breytingar á samfélaginu, til þess að leggja fram frumvörp, sérstaklega af því það er farið að líða á líftíma þessara stjórnar, og þetta er búið að vera alls konar.
Já, sko, það sem að þetta núna að við erum að detta inn í síðasta þingveturinn á kjörtímabilinu og það sem að gerist nú gjarnan þá að þingmenn og flokkar fara að tala fastar inn í baklandi sitt, undirbúa kosningarnar. Við stöndum fyrir þetta og þetta kannski gildir meira stjórnarflokkana heldur stjórnarandstöðuflokkana vegna þess að þeir eru auðvitað völdu sér hlutverkið að ná málamiðlum ákveðin mála á meðan að stjórnarandstaðan getur svona kannski þessi stjórnarandstöðuflokkar völdu sér ekki að vinna saman, bara svo ég nefni það nú sem dæmi, sko. Það hvernig staðan í könnunum og það hvernig gengið hefur það sem af þessu kjörtímabili, það í sjálfu sér hefur ríkisstjórnin auðvitað umboð til þess að starfa á meðan hún með þingmeirihluta út fyrir út kjörtímabilið. En þetta verður alltaf erfiðara og erfiðara eftir því sem að undirstöðurnar eru veikari. Og ég held til dæmis að áhrifin af þessum forsetakosningunum gætu verið einhver til að mynda þau að það verði erfiðara fyrir VG að hugsa sér til hreyfings úr þessu samstarfi, hafandi séð það hvernig fór fyrir formannum þeirra í kosningunum núna. Það verður ekki ofur einfaldlega vegna þess að ég held að menn hafi séð svolítið þar að það var ansi mikið af fólki á vinstri vangnum sem að einhver tíman hefðu kannski getað hugsað sér að kjósa VG sem að töluðu mjög harkalega gegn því að Katrín yrði forseti komandi þá beint úr forsætisráðherra stólnum. Þannig að þetta verður bara svona mjög áhugaverður vetur. Sko, þetta með Katrínu við borðsendan, þetta var alveg heilmikið identity fyrir VG. Alveg heilmikið. Þetta var eiginlega algjör grunnforsenda þess að VG gæti farið í þetta stjórnarsamstarf. Nú það farið. Það fór hins vegar vegna þess að Katrín ætlaði sér að gera annað og menn ætluðu að styðja hana til þess, sko. Hvað VG gerir í framhaldinu veit ég ekki, en ég veit að staða allra stjórnarflokkana alveg pínu þröng út frá fylgi í skoðanakönnunum. Svo það auðvitað líka, við tölum bara í allri sanngirni að auðvitað það líka þannig að ráðherraflokkana auðvitað með alls konar málin í ráðuneytunum sem þeim þykir væntum og langar að koma í gegn og allt þetta og það kannski vinnur á móti. En ég hef nú lónskan grunum að þegar við erum búin að vera svolítið í villta vestrinu það sem af þessu kjörtímabili, að næsti vetur verði jafnvel enn skrautlegri, sko, vegna þess að við komumst aldrei fram hjá þessari staðreynd að þessi flokkar eru alveg ótrúlega ósammála algjör grundvallaratriði og þeir eru ótrúlega ósammála þau úrlausnarefni sem þeir eru sjálfur að setja á oddinn og við sáum þannig bara best á því að það var nýbúið að samþykkja einhverja glæsilega stefnu, sameiginlega stefnu þessara flokka í útlendingamálum og svo allt í einu þurfti að fara að vinna þau upp og nýtt þegar að stólaskiptin urðu í framhaldi þess að Katrín fór í forsetaframboði, sko. Þannig að þetta auðvitað bara þannig að þó að ríkisstjórnin styðjist við sterkan þingmeirihluta þá auðvitað eitthvað ástand úti í samfélaginu sem getur auðvitað haft áhrif á það mikil. Hvernig mál teiknast upp á síðustu metrónum. Og þrátt fyrir hennan stóra og sterka þingmeirihluta sem að framsóknirinn bjóð til eftir síðustu kosningar að þá ekki búið að ná að leysa þessi stóru ágreiningsmál sem að við höfum verið að glíma við alveg frá hruni. Þannig að stöðuleikin, það skortir enn lausn til þess að ná þeim stöðuleika. Þessi ríkisstjórn hefur ekki verið svar við því. Og eins og með útlendingamálið til dæmis að fólki sem kom frá Venezuela, það kostaði í rauninni ekkert. Það kom bara hérna inn og fór að vinna. En svo þegar ákvörðinu var tekin að það breyttar aðstæður og þau verða þá bara að fara aftur, það kostaði af því að þau var einfallega bara bannað að vinna leið og svo ákvörðum var tekin í stæðan fyrir að leyfa þeim að vinna bara þangað til að þau þurftu að fara heim. Og þar var kostnaður, þetta bara slæm ákvörðun. En áður en ég slepp ykkur, ég ætla líka aðeins að ræða við þig Grindavík svona rétt í blálókin á þessari samræðu. En áður en ég slepp ykkur, við höfum kannski einhverja 12 mínútur eftir, þá sko Sigmar, þú varst að segja að áhrifin af þessum forsetakosningum, þau væru í rauninni, þau næðu út fyrir kosninguna sjálfa, en það ekki? Jú, það kemur ekkert óvart að það því. Já, og sko þetta ofboðslega áhugaverð stað að fylgjast með umræðunum jafnt síðustu daga kosningarna og eins þennan skamma tíma sem liðin eftir að kjörið liggur fyrir. Við erum í bullandi vandræðum með merkimiða, við erum í bullandi vandræðum með hægri og vinstri, hópar sem að hafa haft
eignarhald, ákveðnum kimum samfélagsins, svo sem menningarlífi. Þeir eru mjög ringlaðir, vita ekkert hvað þeir eiga að gera. Þetta er þessi stöðuleiki. Sko, mér langar bara til þess að ef þau væru til í að deila með mér svona hugsunum ykkar aðeins, bara að segja nokkur orð sko þennan usla sem er komin upp í íslensku samfélagi og til hvers hann mun leiða upp. Áttarðu á því til hvers ég er að vísa, Vilhjálmur? Já, veist, Tengirðu við ég held bara að þessar forsetakosningar hafa verið dæmi það að þjóðin er alveg vel fær að mynda sér skoðun og taka þátt í umræðunni. Það er góð þáttaka í þessu kjöri, þannig að þegar þetta var ekki alveg svart og hvít, einhver augljós kandidat sem kjósa eitthvað, það fór bara þjóðin að pæla í þessu og taka þátt í umræðunni og mér fannst það bara frábært og þetta var bara skemmtilegt að fylgjast með hvernig kynslóðirnar allar tóku þátt í umræðinni og fóru að mynda sér skoðun og taka sína sjálfstæðu skoðun á því hvort það ætla að kjósa eftir persónunni eða eftir pólitík eða eftir hverju það var. Þínir menn á Mogganum sögðu þarna á kosninganótt í viðtali að þeirra mestu vonbrigði í baráttunni væru að hægri menn hefðu fylgt sér á bak við Katrínu Jakobsdóttur. Hvernig er þér með það? Já, mér finnst, ég skil ekki alltaf að segja eins og að hægri menn og sjálfstæðismenn hefðu verið sá sem að vera á bak við Katrínu Jakobsdóttur. Já, 45% ykkar kursuna. Já, það voru mjög margir sem að kusu hana en það voru líka rosalega margir og flestir í kringum mig sem kusu Höllu og annað slíkt, þannig að það var bara fullt af hægrimöndum en það held ég að Halla hafi örugglega verið hægri sinnaðasti forsetaframbjóðandinn. Heldur það? Ég er alveg viss sannfærður það. Á hverju byggir það? Á hverju byggir það? Ég byggir það bara á því hvernig hún talaði bæði síðasta forsetaframboði og svo núna og líka bara úr hvaða umhverfi hún kemur og hvernig hún hefur verið að starfa þar og annað slíkt. Þannig að og ég fann það miklu meira að sjálfstæðismennir sem að skildi ekki af hverju væri einhver sjálfstæðismenn að kjósa Katrínu að þeir ætliðu að kjósa Höllu sko. Og þannig að þeir fundu sér nú flestir held ég skjól þá annars vegar í Höllu þeir sem að kusi ekki Katrínu. Þannig að og líka á fleiri stöðum við sáum nú Geir og Haarde fylgdi sem bak við Höllu Hrund og fleiri og það var nú stór partur af kosningateimi úr sjálfstæðisflokknum sem var á bak við Baldur og þannig að þetta var út allt. En það var Halla Tómasar sem að iðulega dró inn í umræðuna misskiptinguna, fátæktin og allt það. Finnst þér það mjög hægralegt? Já, það er bara mjög hægralegt, en það eru við flokkuð stétt með stétt og það þarf að hafa hér öflugt atvinnu og viðskiptalíf sem Halla kemur úr til þess að vinna bug á fátækt og misskiptingu. Ertu þá sammála Höllu að misskiptingin í íslensku samfélagi er gríðalegt pólitískt vandamál sem að þú að hluta til berða ábyrgð á sem þingmaður í ríkisstjórn Íslands? Nei, þetta er bara viðvarandi verkefni sem að hver stjórnvöld og hver þjóð þarf alltaf að glíma við. Og ég er bara stoltur af því að núna á 80 ára afmæli lýðveldisins og 95 ára afmæli sjálfstæðisflokksins sem hefur verið meiri partíer við völd, að við erum það land í heiminum sem er með mesta jafnrétti, minnsta meðskiptingu og erum komin það langt í jafnréttismálum að við fórum hér ekki með heilar forsetakosningar á þess að tala mikið hvort það sé kallega kona og það er samt 3 konur sem er efstar og okkur finnst ekki tiltökum mál. Ég er bara stoltur af því að minn flokkur, hægri flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi frá lýðveldisstofnun og hefur skilað þessu frábæra samfélagi, en ég ger ekki lítið úr því að við erum ennþá með áskoranir og við þurfum ennþá að vanda okkur í að byggja hér upp öflugt samfélag. Og að því að það hefur verið að tala svona niður hér til ríkisstjórnarsamstarfsins og þetta sé allt í kalda koli. Þessi ólíku flokkar, þeir eru þó allavega búnir að koma hér með fjárlög sem að Seðlabanki og fjármálastefnu sem að Seðlabankin er ekki að kvart undan og ekki nota sem ástæð þess að fresta vaxta ákvörðunin sinni. Það eru komin í 4 ára kjarasamningar á almennum vinnumarkaði. Við kláruðum hér rammaáætlun sem að þinginu hefur ekki tekist áður og við erum búin að koma fram með risastórt kerfisbreytingamál fyrir öryrkjana sem er búið að vera umdeilt í langan tíma og svona geti ég haldið lengi áfram á sama tíma
og verðbólgan farin að standa í stað og minnka meira segja. Á sama tíma höfum við á þessum tíma tekist á við 2 stríð í heiminum, heimsfaraldur og stærstu náttúruhamfarir sem hafa skeikið íslensku þjóð núna á seinni tímum. Og ég fæ eitt orð í lokin hjá þér það meira. En en Björn Leví, þessi usli, þessi hugtaka usli og þessi, hvernig búið að hræra í öllum pottum og vinstri hægri og menningar baklandið, ég sá einhver stærstu og verstu, bara ljótustu ummæli eftir úrslit kosningana frá fólki sem að ég hef aldrei heyrt eða séð halla nokkru orði á nokkurn mann. Hvernig hefur verið fyrir þig að fylgjast með þessu? Hvað lestu út úr þessu? Já, mér finnst áhugavert með hvernig samfélagsumræðan svona í kjölfar samfélagsmiðla hefur haft áhrif á pólitíkina og svona sem eldri maður á vettvangi internetsins þá hefur maður einmitt séð svona gagnrýni mjög lengi. Nú erum bara komin rauninni alveg inn í pólitíkina og við kunnum ekki á hana ennþá. Það verða alltaf svona þessi tröll í samfélagsumræðinni hér og þar sem að áður bara fengu ekkert pláss. Þau voru rauninni lítið til staðar í pólitískri umræði. Núna hún aðgengileg öllum og okkur svona við freistumst til þess að grípa þau rauninni tiltölulega fáu dæmi og alhæfa út frá þeim einhvern ákveðin hóp gagnrýnenda eða þess aftar. Og það gerir það að verkum að málefnaleg gagnrýni sem inn á milli og stundum með alveg stórum orðum drukknar og það erfitt að gera greinarmun á því hverjir eru bara að rugla í umræðinni, stundum viljandi, óviljandi, það bara eins og gengur að gerist og síðan málefnalegu umræðinni sem svona með misstór orð þarna á bakvið. Og úr verður að því að mér finnst allavega hefur orðið ákveðið skeytingarleysi stjórnvalda gagnvart gagnrýni. Leiðir hjá sér málefnalega gagnrýni, finnur hana jafnvel ekki og mögulega einmitt út af þessari ómálefnalegu gagnrýni sem að jafnvel viljandi, svona tröllaumræðan sem slík. Og við upplifum svona í kjölfar á því bara ákveðið drama vegna þess að málefnalega gagnrýnin fær ekki hljómgrunn, fær ekki viðurkenningu stjórnvalda að þar sé verið að bera á borð raunverulegar áhyggjur. Og það svona kjarninn að því sem að held ég við lendum í þessum fjórðstakosningum í rauninni. Ég vona að það sé svona ákveðið svona wake-up call í rauninni, að þarna málefnaleg alvöru gagnrýni sem þarf að hlusta á. Sigmar, etikettur, stuðningur þingmanna fyrrverandi ráðherra valdamikils fólks við tiltekna frambjóðendur. Ef það einhver lærdómur sem maður tekur út úr frambúði Katrínar Jakobsdóttur það að allar þessar yfirlýsingar valdamikils fólks hafi verið kostdauðans gagnvart hennar frambúði. Já, það var auðvitað þannig, auðvitað þannig að það alveg rétt hjá Vilhjálmi að það var örugglega þannig að margir sjálfstæðismenn kusu eitthvað annað heldur en Katrínu en svona manni fannst einhvern veginn að stuðningur svona áhrifafólks í sjálfstæðisflokknum við Katrínu hafi verið umtalsverður líka í Framsókn. Já, hann var svo áberandi. Það auðvitað gerir síðan í leiðinni Katrínu erfitt fyrir vinstra megin. Það segir sig auðvitað bara alveg sjálft ég veit ekki nákvæmlega hvaða áhrif þetta hefur ég ímynda mér það að við séum flest talning þegar eru þetta margir frambjóðendur að við séum með augastað á einhverju 2-3 og svo þetta bara svona malla í hausnum á mér. Ég veit ekki hvað ég skipti oft skoðun á frambjóðendum í þessu öllu saman Þetta var bara malla í hausnum á manni allan tíman. En þetta bandalag frá hægri til vinstri sem við sjáum í landsmálunum í pólitíkinni sem að tegði sig yfir í forsetakosningarnar, það beið bara svolítið skipbrot. Þetta er raunveruleg ein af raunverulegum ástæðum þess að Katrínu gekk ekki betur en henni gekk. Það þetta samkrull og ég held að áhrifin af því verði kannski aðeins meiri heldur að við sjáum í dag. En örstutt eiga þingmenn að halda sér til hlés í opinberu stuðningi
af því að sko nú Einu sinni var- þið fengur svolítið þingfundarhlé. Það hefur alltaf verið gert. Já, svona, nema forsetakosningar hefði venjulega verið seinna. Fyrir forsetakosningar sem ætlað það ekki til þess að hafa smá fjarlægi þarna á milli. Jú. Og svo sjáum við suma þingmenn djöflast alveg fara mikinn og meðan aðrir grjótaldakjafti og þeir sem grjótaldakjafti þeir kannski gera það af ástæðu en vantar etikettur, vantar einhvern samfélagssáttmála Nei, það er ekki hægt að taka það af frambjóðandi til forseta eða af þingmönnum eða ráðherrum eða háttsettu fólki annars staðar í stjórnkjörinu að það geti tekið þátt í forsetakosningum bara óhindrað sko. Hins vegar var það þannig hérna einu sinni að stjórnmálamenn héldu sig bara mjög mikið til hlés og annað sko. Nú eru menn farnir að gefa sig upp margir hverjir og ég kaust nú að gera það ekki, mér fannst bara breyta prófílmynd Já, og svona, og ég ger engar athugasemdir við það að stjórnmálamenn taki þátt í þessu eins og hver annar. Ég er sjálfur pínu servitum með þetta, mér fannst það svona bara betur við hæfi að halda með til hlés en það verður bara hver að veitna að meta þetta fyrir sig. Þetta er líka bara verið eins og þér og mér að það er ekki fyrir en á loka deginu sem að gerir upp sinn hug og þeir voru augljóslega tálti margir sem að voru í þeim spór. Já, þetta eru þetta allt öðruvísi heldur en þingkosningarnar. Þetta er svo mikið persónukjör og hérna þetta mallaði bara í kollinum á okkur mörgum lengi sko. Ég held að þetta hafi verið þannig sko, ég man nú bara svona í fljótu bara eftir einum þingmanni sem skoraði mjög skýrt á Katrín og studdi hana mjög skýrt opinberlega og það var nú formaður Sigmars Þorgerður Katrín. Það voru mjög skiptar skoðanir forsetaframbjóðendur innan okkar. Hún var það er svona sá kjörni fulltrúi sem ég bara einu sem ég man eftir að beitt sér eitthvað sterkt í þessu og mér fannst meira þess að Vinstri grænir vera Ásgerður Flósadóttir hjá Flokki fólksins og studdi Höllu Hrund með yfirlýsingum og Já, þannig að annars man ég meira sem fannst mér Vinstri græn vera mjög hóvær í stuðningi við Katrínu og bara sögðu vonandi gengurinni vel en ég segi bara eins og Sigmar að auðvitað mega þingmenn sem aðrir hafa hér lýðræðislega skoðan á þessu og beita sér eins og þeir vilja en ég ákvað að gera það ekki í þessu. Ég skil ykkur. Heyrðu, tímir okkar er þrotinn en svona rétt í lokin það er ennþá eldgos, þú ert brottfluttur Grindvíkingur en þú verður alltaf Grindvíkingur í hjartaðinu, hefur sagt okkur. Það er ekkert langt síðan ég tók viðtal við 3 mjög ósátta Grindvíkinga sem enn búa í bænum og þeir fundu svona ýmsuðu margt til foráttu og voru meðal annars að ræða það að það hefði verið samið allt og snemma við íbúan í Grindavík uppkaup fasteigna að þolendur í áföllum þeir væri ekki í jafnvægi til að taka svona stórar ákvarðanir. Mér langar bara aðeins til þess að fá til þess að bregðast við því í lokin. Já, ég held að bara sem betur fer var Grindvíkingum boðið nógu snemma þessi möguleiki að selja eignina sínar og það var einmitt sem sagt gefið svo í meðförum þingsins með þetta að leiðarljósi að við ætlum ekki að láta fólkið setja á mikla press á fólkið, ekki láta það ana út í neitt því sína var nú fresturinn til þess að selja fasteigna sína alveg til 31. desember og enn og nú erum við að fara að framlengja og erum mælt fyrir því í dag sérstaklega húsnæðisstuðningin eða leigustuðningin til sama tímamarks og þannig að ég bara tel þetta hefur verið gríðarlega mikilvæg lausn fyrir fólk að fá einhverja vissu og ró og geta búið til nýja núllpunkt og þessir endurteknu atburðir hafa einmitt sýnt það. Þannig að nú hefur fólk val það að bara taka þessu rólega og sjá hvað gerist og vera í leiguhúsnæði, fæ stuðning til þess. En það getur alltaf tekið ákvörðun að selja vilja það. Þannig ég held að sú framkvæmd, einstaka framkvæmd hafi heppnast algjörlega frábærlega, löggjöfin og úrræðið. Jú, það kom upp hnökrar hvað tók langan tíma og annað, en auðvitað voru þetta 13 íbúða einingar þannig að þetta er mismunandi aðstæður, mismunandi skoðanir og allt það, en það varð að taka þessa stóra ákvörðun. Núna held ég að skipti mestu máli er það að svara svolítið þeim sem eftir sitja, sem eiga aðra eign eða áttu eigninu sín í félagi og annað slíkt, hvað verður þau og þau fyrirtæki sem að geta ekki hjálpa sér sjálf út af því að lóðin sem að húsið þeirra stendur á er ónýtt og húsið jafnvel laskað og það fá ekki að koma ferðamenn inn í bæinn og annað slíkt, það þarf einhvern veginn að svara þeim, en ég ætla líka þó að segja það að það er
mikið af fyrirtækjum sem með tölvört stórt hlutfall af starfsfólki fyrirtækjanna í Grindavík í vinnu hjá sér og verðmætasköpuninni, að þau geta starfað þarna og Grindavík sem atvinnusvæði nú bara eitt öflugast atvinnusvæði landsins og býr við mjög góðar aðstæður því framalega sem varnargarðarnir halda, að þá þetta bara svolítið eins og að fá eitt gos, eins og fá bara rauða viðvörun eða ofsaviður, brotna rafmagnið fer í smá tíma. Það ekki öll sund lokuð. Það bara alls ekki öll sund lokuð. Við búum ennþá bara 15 mínútur frá spítala og lögreglu og stóru íbúðabyggð og öllu því. Kæra þakkir Vilhjálmur Árnason, Björn Leví Gunnarsson og Sigmar Guðmundsson. Heiður að fá ykkur hér að rauðaborðinu í þinginu. Áhorfendur, við verðum væntanlega með þátt í næstu viku á mánudaginn, en þá að líkindum miðað við dagskrá Alþingis síðasta vika Alþingis fyrir hlé. En vonandi hafa þessar umræður verið upplýsandi að einhverju leyti, að minnsta kosti. Takk fyrir að horfa. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.